Já, sæl aftur. Við erum búin að fá þriðja og síðasta viðmælandann í kvöld sem Guðmundur Auðunsson. Hann skipar efsta sæti á lista Sósíalistaflokksins í Suðurkjördæmi. Velkomin Guðmundur. Takk fyrir kærlega. Þú ert staddur fyrir sunnan? Já, ég nú bara staddur núna á stúdíói hjá Samstöðinni sem svona vefsjónvarp og við þetta, þá fæ ég góða lýsingu. Já. Þetta virkir mér. Akkurat. Guðmundur, þú ólst upp á Álftanesi og í Reykjavík, ef ég veit rétt, og þú ferð síðan að loknu stúdentsprófi í stjórnmálafræði, klárar það hjá miklu stillingum eins og Ólafi Harðarsyni og Ólafi Ragnari Grímssyni mögulega og fleiri góða menn. Já, alveg rétt. Báðir kenndu mér. Já, og síðan fórstu í framhaldsnám erlendis og starfaðir þar lengi. Núna býrðu upp í Grímsnesi í kjördæminu og ert komin í framboð fyrir Sósíalistaflokkinn. Af hverju? Sko, ég hef ávallt verið með mjög sterka réttlætiskennd og ég tali mig vera sósíalista alveg frá því ég man eftir mér. Það hefur gengið, ég hef verið svona ég var virkur í unglingastarfi þegar ég var yngri, þá var þetta nú æskulýðsfylking Alþýðubandalagsins, var mjög virkur í stúdentapólitíkinni þegar ég var í stjórnmálafræði hjá Ólafi og svo þegar ég fór erlendis að þá dró ég mig allavega úr svona aktífist pólitík en fylgdist þetta mjög vel með og tók aðeins þátt í fundum og slíku, en þegar Sósíalistaflokkurinn kom fram að þá taldi ég mig vera búin að finna mér minn rétta farveg. Ég taldi þetta að vera akkurat flokkurinn sem ég hefði verið að bíða eftir. Sko, þú varst í Vinstri grænum og þú ert í framboði fyrir Vinstri græna í tvígang, 2009 og 2013. Alveg rétt. Af hverju yfirgafstu þá skútu? Sko, þegar að Vinstri græn stofnað og gerist í stofnfélagi, ég var erlendis en hafði verið svolítið með flokknum og tengst í og hafði áhuga að fara eftir hrun. Þá kviknaði svona áhugi hjá mér og ég fer í framboð einmitt á Reykjanesi 2009 og svo Suðurlandi 2013, svona meira í uppfyllingarsætum. Ég var nú í 7. sæti á báðum listum kannski, ekki á leiðin inn á þing eða neitt svoleiðis, þannig ég var virkur með því. Vandamáli var það að sko Vinstri græn, það var alltaf ákveðin svona framsóknarmennska, svo ég horfði að henni, ég veit að þið eru kannski frá framsóknarflokknum þarna fyrir norðan, en svona framsóknarmennska sem að fór svolítið í taugarnar á mér. Ég var svona meira svona borgarróttæklingur en taldi mér finna svona sósíalísku skoðunum mínum farveg í Vinstri grænum. En síðan þegar að Vinstri græn ganga í ríkisstjórnarsamstarfi, ég studdi þá í seinustu kosningum, var ekki framboðið þá, að þá fer ég bara, yfirgefi flokkinn og tel það að hafa verið gersamlega svik við kjósendur að ganga til liðs við ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Viltu þá meina að mjög margir sem eru núna í framboði fyrir Sósíalistaflokkinn og stuðningsmenn flokksins séu akkurat fólk sem studdi Vinstri græna í síðustu kosningum? Já og nei. Við erum að fá töluvert við tökum sér dæmi listan á Suðurlandi, að við erum að fá fólk sem voru í Vinstri grænum, við erum að fá fólk sem var í Samfylkingunni, við erum að fá fólk sem var í flokki fólksins. Þetta allt úr seinustu kosningum. Þetta fólk sem hefur svona safnað saman í kringum okkur og fundið sér farveg í Sósíalistaflokknum, þó að það komið á ólíkum flokkum. Og við erum núna, vegna sem við höfum lagt með töluvert mikla áherslu á samvinnumál og samvinnustefnun, og við erum að fá samvinnu sinna fyrrverandi framsóknarmenn líka til liðs við okkur. Þannig að við fáum af þessum gömlu flokkunum, þá erum við að fá fólk víðsvegar að. En svo eitt stærsti hópurinn sem gengur til liðs við okkur, það fólk sem hafði verið óvirkt í pólitík, það að segja í flokkapólitík, en hafði kannski tekið þátt í búsáhaldabyltingunni og verið mikið í mótmælum og þetta fólk hefur flykkst til okkar líka. Guðmundur, þú og flokkurinn tali mjög mikið um svona auðvaldið kapitalisma svona í neikvæðri merkingu, en þú sjálfur hefur starfað hjá bullandi kapitalskum fyrirtækjum í útlöndum, risafyrirtækjum.
Það er alveg rétt. Það er þverskurður í þessu. Þetta fer ekki saman hljóð og mynd, finnst mér. Sko, þetta vinnur maður í því, maður starfar í því umhverfi sem maður býr við og ég hef starfað fyrir, eins og þú segir, stórfyrirtæki og búið í Bandaríkjunum, Bretlandi og Singapore og þegar ég var að vinna fyrir stórfyrirtæki og auðvitað hef ég unnið í þessum kapítalska heimi. En það þýðir það ekki að þó maður aðlaga sig þegar umhverfi sem maður er í, að það sé að maður get ekki haft áhuga á að breyta því. Og breytingar þar sem við viljum auðvitað, við erum að endurvekja til dæmis hugtök eins og auðvald sem eru að mörgu leyti mjög gott. Það er auðinum sem hefur safnast að fáar hendur hér í samfélaginu, fylgir alveg gífurleg völd. Og þetta góða íslenska orð, auðvald, á mjög vel við þar. Við höfum framtíðarsýn það að við teljum að kapitaliska hagkerfi sé ekki sustainable, svo ég sletti aðeins ensku, og því hljóti samfélagið að breytast. Við ætlum að byrja á því að vinda ofan af nýfrjálshyggjunni og við erum í raun og veru ekki með, við erum með róttækar kannski tillögur en við erum ekki með byltingakennda tillögur. Margar af okkar tillögum snúa því að snúa tilbaka fyrir tíma nýfrjálshyggjutímans þegar að láglaunafólk borgaði lægri skatt og hálaunafólk borgaði hærri skatt sem dæmi og eignaskattar voru við lýði. Það er stutt á milli sósíalisma og kommunisma. Ég las stjórnmálafræði líka í gamla dag hjá Ólafi Harðarsyni og ég var að rifja upp þessi hugtök. Sko, eru þau ekki bara, þetta er kommunískur flokkur miðað við stefnuskránu ykkar og þið bara færið þetta í svona silki mjúkan búning með því að láta þetta heita sósíalistaflokkur Íslands? Alls ekki, ég myndi, sko, við erum hlut af alþjóðlegri hreyfingu sem hefur verið nefndur kannski upp á ensku democratic socialism. Það er að segja, til þess að skilja hann að frá social democracy, það er að segja ekki kratismi, þannig að þetta má segja að þetta sé róttækur sósíalismi á vinstri kantinum. Það er rétt að kommunismi á mörgulegt samu rætur og sósíalismi og sósíaldemokratismi. Má ekki gleyma því að rætur sósíaldemokrata eru í sömu hugmyndum. Þess vegna getur þú fundið ákveðna samsvörun á milli okkar og þeirra sem kalla sig kommunista, en þú getur líka fundið það hjá þeim sem að telja sig vera klassíska sósíaldemokrata. Við getum sagt að mikið af því sem við erum að tala til dæmis lýðræðisvæðing efnahagslífsins, sé meira í ætt við Olof Palme heldur nokkuð tíma Brezhnev og þú ætla að fara að baka þess tíma. Já. Þannig að við lítum á við sem í evrópskri sósíalískri hefð. En sko, vill sósíalistaflokkurinn að það sé nánast bara allt á hendi ríkisins? Alls ekki, alls ekki. Það sem að við teljum mjög mikilvægt er að það náttúruauðlindir séu á forsjá ríkisins og að fólki njóti ágóðans af náttúruauðlindum. Það þýðir til dæmis ekki að þó að fólki eigi fiskinn að þá getum við leyft útgerðarmönnum og sjómönnum að veiða fiskinn. En við viljum gera róttækar breytingar á fiskveiðakerfinu sem við teljum að hafi skapað gífurlega auðsöfnun á fárra hendur. Við teljum að náttúruleg einokun, til dæmis í orku, eigi að vera á hendi ríkisins. Við teljum að fjármálakerfið eigi allavega að vera hluta til á vegum ríkisins. Annars er hætt við missum lykil þætti í samfélaginu úr höndum okkur, eins og er að gerast til dæmis með kortaþjónusturnar sem er að vera að kaupa erlendum spekúlantum. Þá erum við búin að missa kontról á okkar fjármálakerfi og við teljum eðlilegt að ríkið komi að því. Við aftur á móti einyrkjar, smá og millistór fyrirtæki, okkur finnst eðlilegt að þau starfi áfram og teljum að þau geti verið drifkraftur fyrir samfélagið. Þess vegna viljum við gera vel við smá og millistór fyrirtæki og lækka hjá þeim skatta meðan við viljum hækka skatta á stór fyrirtæki. Þannig við erum alls ekki að tala um að taka yfir hagkerfið. Það sem að við viljum sem sósíalistar frekar auðvitað hvetja til að menn stofni samvinnufyrirtæki frekar en hlutafélög en það er annað mál. Fyrirtæki rekin af einkaaðilum eiga vel heima í hagkerfinu. Ég hef séð þig á myndum það sem átti að mótmæla við Ölfusá. Það sem að ný Ölfusárbrú á að koma.
þú ert að mótmæla og þið mögulegum veggjöldum. En samgönguráðherra hefur sagt það í viðtali mitt hér að þetta sé rauninni nákvæmlega sama módel og í Hvalfjarðargöngunum. Ég trúi því að þú hefur keyrt Hvalfjarðargöngin. Jú, það má gagnrýna Hvalfjarðargöngin svo sannarlega vegna þess að ég tel að við höfum borgað á mikið fyrir þau göng og það er eðlilega að taka það gegnum vegakerfi. Varðandi Ölfusárbrú, að þá er þetta, að mínu áliti er þetta alveg dæmigert fyrir nýfrjálshyggjuna. Það er að segja að þú tekur inn enga fjárfesta til þess að fjárfesta í innviðum sem að samfélagi þarf virkilega á að halda. Löngu komið tíma á Ölfusárbrúna. En í staðinn fyrir að ríkið sem getur tekið lán á lægri vöxtum fjármagni þetta, þá eru einkaaðilar sem eru með arðsemiskröfur og þurfa að taka lán á hærri kjörum en ríkið að vera að fá þá inn og það þýðir auðvitað almenningur er að borga miklu meira fyrir innviðana en þeir þyrftu og varðandi vegatollana þá lítum við á það sé bara landsbyggðarskattur og landsbyggðarfólk má ekkert við því að vera að borga meiri skatt sérstaklega þegar við erum búin að taka meira og meira af þjónustunni út á landsbyggðinni og við í Suðurkjördæmi við þurfum að sækja meira og meira af þjónustunni inn í Reykjavík og það er verið að tala ríkisstjórnin hefur verið að fleyta þeim hugmyndum að taka vegatolla á allar umferðaræðarnar út úr borginni til viðbótar við brúargjöldum. Þessu erum við að mótmæla. Guðmundur, er hérna þessi nýji flokkur, sósíalistaflokkurinn, myndur að segja að hann sé tilbúinn í stjórnarsamstarf eins og staðin núna, þetta er nýr flokkur og í mótun væntanlega ennþá. Þú óttast ekki að hinir flokkarnir segir nei, við erum ekki tilbúin að starfa með ykkur, þið eru ekki klárir í þetta? Nei, ég óttast það ekki. Ég tel það að við höfum þegar haft áhrif á kosningabaráttuna vegna þess að ég tel að við séum tekist að toga pólitíska umræðu til vinstri, þannig að það er allt annað að hlusta á Samfylkinguna núna heldur fyrir 4 mánuðum, taka sinn dæmi. Ég óttast það ekki. Sko, sósíalistar segir við erum tilbúnir til að taka þátt í stjórnarmynduna viðræðu, hvort sem að það er að við styðja við baki á minnihlutastjórn eða taka þátt. Auðvitað munum við selja okkur dýrt vegna þess að við erum með nokkuð stefnumál sem að við munum leggja á borði. En við erum í stjórnmálum til þess að hafa áhrif. Og við munum að sjálfsögðu meta það eftir kosningarnar hvernig við höfum mest áhrif. En eitt af okkar stærstu málum í þessum kosningum er að fella ríkisstjórnina og koma á vinstri sinnari félagsríkisstjórn og til þess þurfum við að vinna með öðrum flokkum. Guðmundur, þetta er fljótt að líða. Við erum bara fallir á tíma. Ég vil þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma í kosningabaráttuna til að tala við okkur. Kæra þakki fyrir það. Já, þakka þér kærlega fyrir. Ég vona að þið hafi orðið eitthvað fróðari okkur sósíalista. Takk fyrir það. Og þetta, Guðmundur, var síðasti viðmælandi okkar í kvöld. Við þökkum fyrir okkur og verðum hér á sama tíma á mánudagskvöldið. Næstkomandi mánudagskvöld, þá líður að kosningum. Takk fyrir í kvöld.